góðu samtímamenn. Það þó það sem við erum. Við búum hér á þessu landi, skoppum á öldunum hér, norðri Ballarhafi og vonum að balanum okkar endist erindi til að koma okkur alla leið. En stundum gerast hlutir sem eru svo yfirgengilegir að það verður ekki heima setið. Það hefur verið stórkostlegt að fylgjast með undirbúningi þessa fundar sem spratt upp úr grasrótinni. Hópur ungra kvenna tók sig saman og sagði: við getum ekki þolað þetta. Ein þeirra sagði við mig: mér svo gróflega misboðið. Hún hlustandi Rásar 1 eins og ég. Og svo hóuðu þær eins og unga fólki getur í sína vini, stráka og stelpur. Og hér erum við á þeirra fundi. Gott hjá þeim. Þessir krakkar hafa áræði til að stíga skref til þess að láta í sér heyra. Til þess að láta alla vita að okkur ekki sama. Og við verðum að hjálpa þeim að þau lendi ekki í vandræðum. Það kostar svaka pening að leigja háskólabíó og ýmsir góðir hafa lagt hönd á plóginn, samtök af ýmsu tagi sem á langmál yrðu upp að telja en eftir stendur samt mikið gat, næstum því eins og í dagskrá Rásar 1. Við getum ekki farið í segulbandasafnið og fundið eitthvað gamalt að spila, þeir vilja ekki. Þannig eru sem búið að eyða einu sinni. Þannig að það eru bæði litlir miðar með bankanúmeri en svo eru líka svona fötur og ég var að segja við, já þetta til dæmis ein, vá hvað hringlar í henni. Við skulum ekki láta hringla í þeim, við skulum setja seðla. Þannig að markmið okkar að þau standi ekki skuldug uppi á jólunum að því þau héldu fund. Hjálpumst að láta það verða. Við eigum fyrir höndum litríka dagskrá og ekki of langa því öll erum við svöng og viljum fara heim að elda. En fyrst vilja ýmsir tjá sig. Og okkur hafa borist ekki inn á fundin heldur fyrir fundin. Flæddu að okkur yfirlýsingar innanlands sem utanlands frá. Og það má ég til með að lesa. Þannig að við reynum að drífa okkur, vera svolítið effektív í þessu öllu saman, en við ætlum nú samt að klára dagskrána. Fyrstan vil ég bjóða velkominn Guðmund Andra Tórsson sem ætlar að flytja okkur hugvekki og setja tóninn. Gjörðu svo vel, Guðmund Andra. Ágæta samkoma. Ég ætla að byrja á því að, eins og maður á alltaf að gera á svona samkomum, að fara með ljóð. Í ljóðabókinni Kuðungasafnið, sem frá því fyrra og eftir Óskar Árna Óskarsson, góður skáld, þar að finna ljóð sem þetta, allt saman sem við erum að upplifa. Og það svona. Í þorpinu Öxl rífur ekkert þögnina. Ekkert hljóð heyrist lengur. Enginn fuglasöngur, enginn barsgrátur, ekkert bílflaut. Þegar þorpsbúar mætast á aðalgötunni, kinka þeir hæverslega kolli og horfast þegjandi í augu. Augnaráðið fullt af depurð og hljóðri einsemd. Upphaf þessa ástands má rekja til þess að á aðventunni
Fyrir hálfu öðru ári varð skósmiðnum það á að slökkva óvart á jólaóratóríu Bachs í útvarpinu. Og viti menn, eins og hendi hefði verið veifað, steinþagnaði þorpið. Síðan hafa íbúarnir lifað í þögn, þögn sem ekkert rífur. Ekki einu sinni kólfur kirkjuklukkunnar sem sveiflast hljóðlaust til og frá og kallar engan til sín. Svona var þetta ljóð eftir Óskar Árna. En þegar ég kveiki á útvarpinu mínu, Rás 1 þessa dagana, þá heyri ég einmitt þessa þögn. Það alltaf verið að endurflytja þar alls konar efni sem ákveðin tegund af þögn. Það árið 2001 í útvarpinu mínu þessa stundina og næst þegar ég kveiki á því komið árið 1999 eða árið 1985. Alls konar ár og aldrei sama árið þegar ég kveiki á útvarpinu mínu. Alltaf nýtt og nýtt ár. Það bara eitt ár sem vantar. Einn mánuður sem vantar. Ein stund, ein vídd sem vantar. Þegar ég kveiki á útvarpinu mínu aldrei desember mánuður 2013. Það vantar núið í útvarpið mitt. Það vantar útvarpið mitt í núið. Þeir ætla sér að breyta útvarpinu í safn, skrín yfir það sem einu sinni var. Þeir vilja ekki að útvarpið geti verið rödd eða afl í samfélaginu. Þrátt fyrir áratuga þrotlaust starf hefur þeim stjórnmálamönnunum ekki ennþá auðnast að finna leið til að ráða fullkomlega yfir því hvernig Ríkisútvarpið starfar. Og það vegna þess að þessi stofnun á sér hefð fyrir opinni, spurulli, forvitinni, efafullri, lifandi umræðu og samræðu. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem stendur fyrir aðförunni að Ríkisútvarpinu segir: Íslensk þjóðmenning verður í hávegum höfð, að henni hlúð og hún efld. Áhersla verður á málvernd, vernd sögulegra minja og skráningu Íslandssögunnar, auk rannsóknar og fræðslu. Ríkisstjórnin mun vinna að því að auka virðingu fyrir merkri sögu landsins, menningu þess og tungumálinu innanlands sem utan. Í augum þeirra sem svona texta skrifa íslensk þjóðmenning eitthvað sem þarf að vernda frekar en stunda, geyma og skrá frekar en iðka, bera virðingu fyrir svona eins og maður ber virðingu fyrir því sem löngu dautt. Þeir vilja að Ríkisútvarpið verði drungalegt safn í hálflýstum sal með einum syfjulegum safnverði sem situr dottandi á stól út í horni með fornfálegt kaskeiti. En útvarpið á ekkert að vera þannig. Með sín vönduðu vinnubrögð og sínar þrautreyndu aðferðir, sínar sérstöku nálgun á veruleikann, á útvarpið einmitt að vera í miðjum hættum og feiknum samtímans. Það á að vera okkur vegvísir í dellunni sem á okkur dynur. Það á að vera okkur vegljós í gerningarhríðinu sem geisar í kringum okkur. Ríkisútvarpið á að vera sjálfur menningarvitinn sem lýsir okkur alla daga
óháð dægursveiflum og dyltum valdamanna og því hvernig veröldin veltist og velkist. Og úr því að enginn virðist hafa haft döngun í sér til að nefna það, þá vil ég taka mér, umboðslaus maðurinn, leyfi til að nefna það hér á þessari stund að ég vil fyrir hönd hlustenda, eigenda Ríkisútvarpsins þakka hinu brottrekna starfsfólki Ríkisútvarpsins úr ýmsum deildum fyrir vel unnin störf. Við eigendur, hlustendur, við metum störf þeirra og við hörmum hvernig komið hefur verið fram við þau. Mannauðnarstjórarnir ganga hreint til verks. Þeir vilja ekki að til sé þetta stóra og mikla rými í þjóðmenningunni sem þeir hafa ekki yfir að segja. Þeir hafa verið að narta í fréttastofuna og gera henni erfitt fyrir að segja okkur fréttir og uppsagnir hafa verið víða þessa stofnun á fólki sem starfar við að framleiða efni handa okkur. Á dögunum létu þeir svo til skara skríða gegn Rás 1, þeirri gömlu sjálfri. Þar sem hjartað í þessari stofnun slær. Fyrst verðum við dolfallin, svo lömuð, svo reið, síðan aftur lömuð og svo förum við loksins kannski að hugsa. Svo förum við að safna okkur saman, haldast í hendur, mynda vegg, skapa skjól. Þess vegna erum við núna hér. Við söfnum okkur saman, hugsum saman, tökum saman höndum og svo mótmælum við öll. Takk fyrir. Komast náttúrulega aldrei heim, við ætlum að klappa svona mikið. Þakka þér fyrir, Guðmundur Andri. Nei, þú fer ekki heima lengur. Nei, það er það. Þakka þér fyrir. Það er ekki amalegt að vera samtíma þér. Mikið er ég fegin að ég er ekki löngu dauð.